Já, komið þið sælir á þennan fræðslufund Rafmenntar og SART. Hann fjallar í dag rafrænt áhættumat eða OIRA-tól og það vill svo skemmtilega til að það kostað af Evrópusambandinu en þýtt og staðfært af rafmennt í samstarfi við vinnueftirlitið. Og hann Andri Reyr, Haraldsson ætlar að fara yfir þetta með okkur og endilega spyrjiði ef hann gefur færi á því. En af því að við erum í útsendingu að gefa það merki og ég kem mikrofónum til ykkar þannig að það heyrist fyrirspurnin. Eða viltu endurtaka hana kannski bara? Ok, hann tæknumæður með þetta allt undir kontról. Þá fær Andri orðið. Hvað er fyrir það? Kveiktur á... Ég er búinn að kveikja. Heyrðist ekki? Herru, ég ætla að kíkja á rafrænt áhættumat fyrir rafinaðinn. Þetta er verkefni sem ég veit ekki alveg hvernig ég kom mér í en ég lenti allavega í þessu verkefni og hef búinn að vera að vinna í þessu svona af og á síðustu 6 til 7 mánuði. Og þessu var í rauninni hrundið á stað fyrir tilstuðla SART, þeir í rafmennt, stjórn rafmenntar og er unnið Evrópusambandið á vefinn, Aura-vefinn og vinnueftirlitið sér eftirfylgni og að hjálpar þeim fagfélögum eða fögum sem vilja koma sínu áhættumati þarna inn og þannig að þetta er í rauninni kostnaðurinn við þessa framkvæmd er á rafmennt og rafmennt sér það frá A til Ö. Vinnueftirlitið kemur bara að þessu faglega og þeir fara yfir lög og reglugerðir sem tengjast þessu og eru álitsgjafar á tólinu. Þannig að þetta er í rauninni viðurkennt tól af vinnueftirliti ríkisins og unnið í samræði við þá. Og þið megið spyrja bara hvenær sem er og þeir þurfa ekki mæka það nokkuð. Nei, ok, það er stórgott. Og skjótið bara inn þegar þið viljið og svo getum við líka tekið spurningar á eftir. Og í rauninni, við þurfum að fá feedback frá ykkur til þess að þetta virki. Tilgangurinn var aðalega að auka bara aðgang og notkun á áhættumati fyrir rafmagn og auka almenna þekking öryggi og heilbrigði vinnu, auka öryggi vinnustöðum með þetta og bæta gæði. Þetta fer inn á alla þessa þætti. Þetta er í rauninni hluti auðvitað af gæðakerfum fyrirtæki að nota svona áhættumat. Og ég ætla ekki að titla mig sem einhvern sérfræðing áhættumati yfir höfuð en ég vann að þessu allavega. Þannig ég þekki þetta ágætlega og ætla í rauninni bara að miðla því frá þeim punkti. Eins og ég fór yfir þá er þetta Evrópusambandið sem á vefinn, vinnueftirlitið sem er í forsvari og rafmennt sér rafmagnsparti. Það eru 5 tól á Íslandi núna og rafmagnið er eitt af þeim. Það er líka landbúnaður, hárið, framreiðsla og skrifstofuna. Þetta eru 5 tól sem eru búið að launsa og komin á netið og aðgengileg þar. Ég veit svo sem ekki hvort það séu ykkur fleiri í það var auðvitað gaman að fá byggingar inn en það er svolítið stórt. Við komum með einni aðeins að vinna við landbúnaðinn. Þar sendum við inn álit varandi rafmagn í landbúnaði þá aðalega jarðbindingar og fleira sem við sendum inn svona þar sem þeir þyrftu að koma inn í tólið og sér varandi jarðbindingar og fleira í landbúnaði. Tólið var gefið út núna bara í 4. október, þannig að þetta er glænýtt og er aðgengilegt á síðu Aura. Og ég er svo sem búinn að fara yfir þetta, rafmennt í samstarfi við vinnueftirlitið og þetta þarfnast notkuna til pröfu. Við þurfum að fá notendur á þetta til þess að vita hvert við eigum að fara með þetta tól. Þetta er svolítið langtíma verkefni. Og þess vegna væri mjög gott ef að rafverktakar færi að nota þetta og myndi skila okkur svolítið feedbacki, hvað vantar inn í það, hvað mætti bæta og allt þar fram til göttunum. Það eru verðmætustu upplýsingarnar sem við getum fengið núna. Og þannig að ég hvet ykkur eftir þennan fund til að fara allavega og skoða þetta og jafnvel senda mér einhverja ábendingar á andri@ar.is fyrir það betur eftir. Þetta er hugsað fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þetta er í rauninni svona grunn áhættumat. Þetta er ekki sérhæft. Þetta er alls ekki sérhæft.
og kannski hugsunin svo að stærri fyrirtækin séu nú þegar komið með sín áhættumat á fullt, en ég held ég vil með þetta meira fyrir hvert verkefni, af því að ég sé ekki að stærð fyrirtæki sem skipti máli í þessu samhengi, heldur meira verkefnið. Verkefnið það sérhæft að það ekki hægt að nota þetta áhættumat. Við tökum virkjanir, flugvalla, framkvæmdir og slíkar, það auðvitað þar þarftu alveg sér áhættumat og eru sér kröfur það, þannig að þetta myndi kannski ekki nýtast í svoleiðisverkefnum, en venjulegum byggingaverkefnum, jafnvel vöruhúsum, hvað sem og þá finnst mér kannski fyrirtækistærðin ekki skipta máli, aðalega verkefnið, og þess vegna held ég að hvaða stærð fyrirtæki sem geti notað þetta, bara ef að verkefnið passar inn í þetta format, og það svo sem bara mat svolítið. Hvert framhaldið, það líka góð spurning. Ég persónulega hef svolítið áhuga á að fá app fyrir þetta, þar sem að þú getur á 1 mínútu metið það verkefni sem þú ert að fara í, eða þú ert að fara að tengja töflu, eða þú ert að fara að leggja í steypumót eða hvað sem þú getur metið það verkefni bara á 1 mínútu eða eitthvað slíkt með appi, og það verður þá skráð inn rafrænt og væri allt byggt á þessum gagnagrunni sem Aura því að það viðurkenndur gagnagrunnur af Vinnueftirlitinu. Ég held að það sé svolítið verðmætt að eiga það orðið til, þó að það sé bara byrjunin á því, þá getum við alltaf stækka það, við getum alltaf bætt inn eða við getum skiptið þessu niður, við getum þess vegna búið til sér tól fyrir háspennu, sér tól fyrir iðnaðarrafmagn, sér tól fyrir byggingageran, en í byrjun erum við allavega að koma með grunntól sem að má svo þróa áfram í þá samstarfi við þá sem að nota það. Ég held að það sé skynsamlegasta lausnin. Og þetta semst svona síðan, bara forsíðan þegar þið farið inn á auraproject.eu, þá þetta sem tekur við ykkur. Vissulega þyrfti að vera innskráninga, myndi ég vilja sjá innskráningarhnapp þarna upp í hægra horninu, en svo því miður ekki, en þarna ég búinn að koma því til skila allavega. En maður fer þarna inn í Aura and Tools og þar finnur maður öll verkfæri í raun og veru. Og þarna getur maður að lesa til fróðleiks sem ég held að fæstir nenni kannski að gera. En þarna ég komin inn í Aura Tools og þarna getum við sorterað eftir löndum og tungumálum og fleira. Og þarna Electrical Work tólið á íslensku. Við höfum eftir að gefa það út á ensku, það verður gefið út líka á ensku. Við þurfum en við settum íslenskunni í forgrunn. Það nú tungumáli sem á að nota í þessum geira. En það kemur líka út nákvæmlega eins tól á ensku, sem sagt. Og svo þetta svona sem sýnir að þú ert komin inn í tólið og byrjaður á áhættumati. Þá þetta rauninni byggt upp svona. Það fullyrðingar fyrst og tilvitnanir í lög og reglugerðir, og þá aðeins eftir að impra á því. Þetta nýkomið út og við ákveðum að launsa því frekar heldur en að væri fullbúið og erum svo að vinna í því áfram. Og þess vegna einmitt lykilatriði að fá svolítið feedback. Og svo ferðu í rauninni í röð í gegnum þetta og færð þá spurningar, og svo þarf þú að finna úrvinnslur á því. Hérna sjáu þið til dæmis spurningu og þarna svara ég nei til þess að sýna þennan glugga sem kemur þá er að meta áhættuna, og svo fyrir neðan eru upplýsingar sem að þessa áhættu. Og svona þetta bara fyllt út lið fyrir lið. Þetta 15 liðir núna tólið með 15 yfirkablar með slatta af undirköflum, svo eins og við sjá hérna í kabla 1 eru 5 undirkablar, og undir því svo hverjum undirkabla eru spurningar sem að farið í gegnum. En þetta tekur samt, þó þetta séu svolítið margir liðir, þá tekur þetta ekki langa tíma að fara í gegnum þetta. Alls ekki. Sérstaklega ef maður þekki verkefni sem maður að fara í vel, þá þetta alls ekki, þetta tekur ekki langa tíma. Hérna getið þið séð svo stöðu eftir að búið að gera áhættumatið, þá hægt að sjá stöðu á því. Þá getur þú flétt niður bara eftir í alla spurningarnar, og þarna sjáu að þarna úrlausn þetta að vinna í. Og svo fer ég í aðeins eftir skýrslurnar sem við getum fengið úr þessu þegar við erum búin að gera áhættumetin. Þær eru á Excel og Word mestu leyti, og ég fer yfir þær aðeins á eftir. Ég var ekki með það í glærisjónu. Kostirnir að þessu, það náttúrulega, þetta alltaf aðgengilegt, og
þetta kostar ekki neitt, þetta frítt og það svona stæðstu kostinu myndi ég segja. Þetta fljótlegt, ég myndi segja ef þú þekki verkefni vel þá þetta max 1-2 klukkutímar að fara að gera áhættumatið og Er þetta alls ekki frítt? Sko, já, rafmenn náttúrulega borgaði þann kostnað. Þetta frítt fyrir þá sem nota það, klálega. En þeir eru náttúrulega búin að borga þetta hluti til með gjöldum í mentasjóð, vissilega. Þannig að það alveg rétt, sko. En þetta er frítt fyrir notandan allavega. Og þetta viðurkennt af vinnueftirliti. Þetta unnið í samráði við vinnueftirliti og það mjög mikilvægt að hafa upplýsingar sem eru viðurkenndar. Og þetta í eilífri þróun og það hægt að þróa þetta bara nákvæmlega eins og rafinaðurum vill þróa þetta. Og það hægt að gera eins mikið úr þessu og við viljum gera úr þessu. Kannski viljum við ekki gera neitt úr þessu. Kannski viljum við halda áfram að þróa þetta og fara í allar áttir og sérhæfa tólið fyrir hverja grein innan rafinaðarins. Og jafnvel fara í app eða eitthvað slíkt eins við fórum yfir á hann. Forritið Aura síðan og gagnagrunnurinn og alltaf kemur frá Evrópusambandinu og vinnueftirliti Evrópu. Það almennt verið að nota þetta í þessum löndum í Evrópu? Já, það mismikið milli landa en það almennt verið að nota. Þetta tiltölulega nýtt af nálinni þannig að það alltaf að aukast. Og þannig að þetta bara sambarlegt við það sem verið að nota annars þar í rauninni. Þá við ykkur að reyta það nýtt ólega mikið og reyna að vera eins og nálega þeim eins og hægt eða ekki? Já, en við getum sett okkar útfærslur inn í þetta forrit sko á hvernig sem við viljum. Það skiptir í rauninni engu máli upp á það að gera. Að við getum þróað þetta eins og við viljum þó að við séum að vinna það í þessum gagnagrunni. Það ekki rétt hjá mig, þetta þýtt upp út af slóvensku? Jú, upprunnin kemur úr... Kemur það grunnurinn og svo búið að leggja þess og starfara það? Já, sko slóvenir voru með að við töldum besta tólið í rauninni, í rafmagnu, mestu upplýsingarnar allavega og flestar af þessum reglugerðum eiga við okkur líka út af EES og þannig að tólið var þýtt úr slóvenska og svo var það heimfært yfir á íslenska. Þeirra allt öðruvísi uppsett reyndar og svo þetta heimfært að okkar regluverki í raun og veru að mestu leyti. Þannig að stór hluti af tólinu kemur úr því slóvenska. Svo ég með skýrslurnar á það en ég var bara alltaf að gefa svona kost á því ef hefði einhverja spurningar núna þetta eða hvort við ættum bara að fara beint í skýrslurnar, skoða þær. Ég kom aðeins seint þetta símavæntinga? Þetta? Já. Þetta nú hugsað bara sem skrifstofutól sko. Ég með það inn í síman mér að... Virkar þetta ágætlega í símanum með það? Ég hef bara ekki prófað það. En þetta hugsað sem skrifstofutól í rauninni. Þetta ekki hugsað beint að rafvirkin á vinnustanum sé endilega með þetta út á en já, þetta virkar greinlega í símanum. Til dæmis skýrslan sem kemur. Það eru 4 form sem koma. Það skýrsla eitt af þeim og bara svona þungt yfirlit yfir allt og hér ráðstöfun til úrbóta, kemur allt inn í þetta ráðstöfun til úrbóta, þarna búin að setja til dæmis að það mætti gera öryggis úttektir oftar og þá kemur ráðstöfun til úrbóta og það það sem í rauninni þarf að fylla inn í og gefa því tímaramma. Kostnaðurinn var nú frekar áætlaður. Kemur svona skýrsla í rauninni með öllum þeim úrbætum sem þarf að gera. Svo erum við með svona tímalínu sem kemur í Excel og þarna sjáum við þetta svona aðgengilegra. Áhættan, ráðstöfun til úrbóta, hvenær það á að vera búið, lokadagsetning, ábyrgðaræði, hver á að taka ábyrgð á að þetta verði búið fyrir þennan tíma og og svo rauninni, já, flokkurinn kemur aftast. Eru svona nokkrar áhættur sem ég var búin að setja inn að hefur öryggisstaðarbót
bók verið til staðar en ekki skráð í hana. Ég held að það sé mjög algengt í verkum og byggingarstjórinn tekur það áfram og ætlar að íta á eftir skráningum í öryggisdagbók og því verður fyllt eftir á morgunfundi fyrsta fimmtudag í hverju mánuði. Og þetta er svona hugmynd af úrbótum og hvernig á að gera þetta. Og það er alltaf einhver ábyrgur. Það er svolítið lykilatriði. Ef við erum bara allir ábyrgir þá gerir þetta enginn. Það er svolítið þetta þarf að pinpointa þetta svona niður og svo er kostnaðarliður þarna líka. Svo erum við með Svo er svona yfirlit áhættur. Það er líka skýrsla til að koma upplýsingum áfram í rauninni og þetta er í rauninni, þessi form eru standard bara í Evrópu. Þetta er einhver form sem Vinnueftirlitið sem eru viðurkennd og eru hægt að senda inn til eftirlitsaðila. Og hérna fáum við yfirlit í svona eins og við þekkjum. Hérna eru áhættustigi flokka eftir litum. Þannig að þetta eru svona viss form sem við fáum út úr þessu sem við getum svo nýtt okkur til að senda til þá eftirlitsaðila eða nýtt okkur hreinlega bara til vinnu innan fyrirtækisins. Svo var nú hugsunin að kíkja aðeins á síðuna og sýna ykkur hvernig hún lítur út. Er einhverjar spurningar þetta mál? Ég verð að viðurkenna, ég bjóst ekkert við mörgum spurningum svo sem. Þetta er ekki alveg þannig efni. Hérna sjáum við síðuna og gallinn sem ég var að tala við einhver er það, hérna myndi maður auðvitað vilja strax hafa einhverja innskráningu. Þannig að maður sé ekki bara en maður þarf að fara alveg hérna inn til þess að í rauninni enda með að skrá sig inn. Og okkar tól kemur undir hérna efst. Það er það nýjasta. Hérna getum við valið löndin og tungumálið hérna niðri og í rauninni eru öll þessi tól núna bara á íslensku. Þannig að það er svo sem ekkert val þar. Hérna getum við farið inn í tólið og þarna er loksins hægt að stofna aðgang eða skrá sig inn sem sagt. Og það er hægt að vera bara með pröfu en þá getur ekki vistað áhættumatið og unnið áfram í því seinna meir. Þannig að það er pínu galli að því leitinu til. En ef þú ert bara að gera áhættumatið einu sinni og prenta það út og allar að nota það bara verkstað, þá er rauninni þarft ekki að búa til aðgang slíkan. Hérna sjáum við svo, getum við skráð nafn bara á áhættumatinu. Og svo er rauninni farið bara lið fyrir lið í áhættuna. Þetta er auðvitað almennt líka, þetta er ekki bara tengt rafmagni, þetta er almenn vinnuvernd og öryggi og heilbrigði. Þannig að þetta eru, eins og ég sagði, þetta eru, svo getur séð hérna hægra megin alla liðina, þetta eru 15 liðir. Og inn í þessum liðum er alltaf tengingin í rafmagnsgeirann sem sagt. Ég er ekkert viss að sé, ég held að það hafi nú ekkert verið mikið af svona sérhæfðum áhættumötum fyrir rafmagnsgeirann nema þá í þessum allra stæðstu verkefnum. Það sem er gerð einhver krafa það sko. Er einhver stærð í kerfinu þannig að þú skautar yfir að þú ert varað við, heyrðu, þú last ekki það fórst ekki yfir það? Já, það kemur sko X við það sem þú sleppir og svoleiðis. Já, það kemur ekkert svona alvört, heyrðu, kíktu á þetta. Nei, af því að þér er heimilt að sleppa sömu sem á ekki við sko. Og eins og sjáum við hérna, þessu get ég rauninni sleppt. Þetta á þá kannski ekki við í því verkefni, þetta er kannski eitthvað lítið verkefni sem við í. Já, gott að hafa svona stiku neðst, sko. Já. Ekki efst. Í rauninni höfum við... Eftir að búin að fara í getur skjalið, skjaldrögn. Já. Sko, þú sér þetta náttúrulega búin að fara inn í skjalið, þá getur þú séð á skýrslunum og því, sko. Og stöðu, þá færðu stöðu sem þú getur farið mjög auðvitað yfir allt saman. Séð hverju varst búin að svara. Svona sýnt það. En þarna,
og það hægt að sleppa vissum liðum líka í þessu. Ef þú svarar nei við einhverju spurningu þá þarfst að meta hættu og þá hvort hún sé lág, miðlungs eða há. Þetta bara þessi 3 þrep. Og í rauninni leiðir þetta okkur bara svona í gegnum allt kerfið og þarna tekið á, ef við förum yfir aðeins hvað tekið, það bara almennt að tryggja öryggi og heilbrigði á vinnustað og inn í því eru heilsufarsmælingar og fleiri slys og svoleiðis. Skráning gagna, það það sem við þekkjum svo sem það öryggis áætlun, skriflegt samkomulag verkkaupa og verktaka, dagbók vegna öryggis, rafver og raforkuver, þetta ekkert mjög stór kafli þannig og í rauninni háspennunni hjá okkur þetta ekki fókusað á eins og veiturnar eða slíkt, þetta ekki nógu sérhæft til þess. En þetta svona almennt kannski ef þú væri með vinnurafmagn sem háspennt þá gætirðu kannski nýtt þér þetta. Og væri með 1 skúr einhvers staðar með vinnurafmagn sem háspennt eða eitthvað slíkt. Lýsing, almenn lýsing bara á vinnusvæði. Leiðir vinnusvæðið, hættuleg efni og efnasambönd einn kafli. Og í undirköflunum alltaf líka farið inn á rafmagni, svona í flestum köflum. Sumt auðvitað almennt bara með sem skylda að hafa í áhættumati. Þannig að við sleppum ekkert við það. Við fáum ekki bara fókus á rafinaði, raun og veru. Vinnutæki, þarna líka hluti af þessi háspenna. Rík á vinnustag, mjög almennt. Starfsstöðar þar sem unnið við raflagnir, raforkuvirki og raforkumannvirki. Þar tekið inn í að þetta eru starfsstöðvar og vinnusvæði. Veðurskilyrði vinna í hæð, vinnupallar, stigar til dæmis. Þetta eitthvað sem á við okkur í flestum verkefnum. Flutningur á efni, persónulífar. Þannig að þetta svona mjög almennt áhættumat eins og við sjáið á þessu. Þetta tekur svo sem ekki á neinu svona, en þetta alltaf að fókusa á rafinaði og getur nýst tel ég í ansi mörgu verkefnum, þó að sé ekki öll verkefni sem eru undir þarna. Eins og þeir hugsa þetta eitthvað 1 til 50 manna fyrirtæki, ég held að sé ekki alveg þannig hérna. Þetta svolítið öðruvísi geiri hérna og ég held að stærri fyrirtæki geti alveg nýtt fyrir þetta í viss verkefni. Sérstaklega ef það ekki áhættumat, svona almenn áhættumat til staðar fyrir. Hvernig þetta eins og í byggingageiranum, eins og hjá IAVF til dæmis? Hvernig þetta þar í þessum almennu byggingaframkvæmdum? Þið með einhver sérhæfð áhættumat fyrir rafvirk, eða þú veist, rafvirkjana? Já. Já. Það flott. Það ekkert langt síðan það var nánast ekkert komið inn rafmagn. Rafvirkjarnir voru bara kvitt undir eitthvað áhættumat sem í rauninni fókusað 90% á smíðavinnu í byggingageiranum allavega. En þetta komið lengra í orkugeiranum og því enda þetta svo sem mun ekki nýtast þar sem slíkt. Það orðið kallað eftir því að byggingarstjóri skili áhættumati og það sé líka fyrir rafvirkjana. Já, okkur gert að gera það. Já, þetta komið eins og það bara einu sem þeim komið. En þau eru oft ekkert rosalega veigamikil. Nei. Það bara svona minnst á einhverja basic atriði. Við getum væntanlega nota þetta í staðinn fyrir það. Já. Klára þetta sjálfur og senda. Svo getur senda þetta á maili beint út úr þessu. Það að vista skjölinn sem Word og Excel og geyma þau og senda þau svo. Þú downloadar þeim sem Word og Excel og sendur þau svo. Þú myndir þá alltaf bara senda þessi 4 skjöl fyrir rauninni. Og svo þetta bæta við sérsniðin áhættu. Ég bætti við þarna eldingar áhættu á hann. Finnst það stundum eldingar var að vera tíðar eldingar á vinnustaðnum. Og svo farið í aðgerðar áhættu. Það auðvitað ekki mikið í þessu því að ég ekki búinn að svara eiginlega nefnir. Nefndi því ekki. En þá þarf ég að skrifa inn lýsingarna hver ábyrgð, verklok,
slíkt eins og við vorum að sýna ykkur aðan og þá fæ ég hérna skýrsluformin. Get downloadað þeim. Þetta er í rauninni heili galdurinn við þetta og ég myndi segja klukkutími til 2 þá er maður búinn að keyra þetta inn. Og ég held þetta sé mikið til lukku fyrir rafiðnaðinn því að bara rafiðnaðurinn er byggður upp af mörgum litlum fyrirtækjum frekar en fáum stórum. Og það er svolítið íþyngjandi fyrir þessi minni fyrirtæki að alltaf búa þetta til sjálfir heima í stofu. Og þess vegna held ég þetta sé mjög verðmætt fyrir okkur og við ætlum að þróa þetta áfram til framtíðar og gera bara meira úr þessu. Gera þetta meira aðgengilegt og jafnvel gera einhvers konar app sem væri þá hægt að nota þegar menn að fara í hvert sérhæftu verkefni og þetta er þá komið hérna inn. Ég held að það sé aðalmálið að þetta komið svona aðeins inn fyrir hjá okkur. Þá hugsum við ómeðvitað áhætturnar meira. Ég held að það sé mjög verðmætt ef okkur tekst það. Komum svo líka á gólfið. Af því þetta er meira verkstjórnartól. Er þetta alveg opið? Getur hver sem farið inn á þetta? Já, þetta er alveg opið. Þannig að þetta er ekkert þó að Það var svo seint hvað linkurinn inn á þetta var. Já, það er í rauninni auraproject.eu og Ég skal senda þetta bara á sartfélagana eftir fundin, bara seinni dag eða í fyrramáli. Við skulum bara búa til smá svona kynningu eða þú veist. Já, kannski við gerum það og græja það og ég sendi það á okkar félagsmenn bara. Það væri mjög gott. Og sendi netfangi á mér og svona því ég vil fá, ef þið farið að vinna með þetta, þá vil ég fá feedback frá okkur. Ég krefst þess að þið gefið mér feedback. Bara ef einhver einn gefið mér feedback, þá er það mjög gott. En til þess að vinna þetta áfram þá þurfum við að fá notendur og til þess að laga það sem þarf að laga þá þurfum við að fá eitthvað frá okkur þetta. Þetta er svolítið búið að vera í einhverju boxi núna. Ég hef verið að vinna þetta með Vinnueftirlitinu og auðvitað hef ég reynt að sækja mér upplýsingar út á markaðinn og til verktaka sem er að vinna í þessu og hafa kannski þekkingu. Ég fengi sent áhættumat frá nokkrum fyrirtækjum og farið yfir þau og svoleiðis. En það er samt mjög takmarkað. Það er bara í rauninni svona, þetta er pínu bergmálshellir. Þó að maður leiti sér upplýsingar þá verður maður að fá feedback frá ykkur og ég verði ekkert móðgæður þó þið segja þetta sé alveg ómögulegt og ef þið komum með svona svolítið góð rök þá bara breytum við þessu. Lögum við þetta að því sem þetta þarf að vera. Er aðgangurinn sem maður stofnar og notar lokaður fyrir mann sjálfan eða kemst ljótikallinn inn á þetta? Ljótikallinn á ekki komast inn á það. Er það læst með passvörtum? Já, það er læst með passvörtum og þetta á að vera alveg býsna örugg síða sko. Annars held ég að sé engin síða alveg örugg. Nei, þetta er samt. Já, þetta er varið með lykilorðið og svoleiðis. Þannig að ljótikallinn á ekki komist í þetta. Ég má aðeins bæta inn í, við erum hérna á samtökum aðeins búin að fara hérna landið að kynna ábyrgð, iðnmeistara, byggingarstjóra og hönnuða og ég sé að þetta er alveg mjög svona gott tól til viðbótar inn í gæðakerfi hjá okkur. Ábyrgð iðnmeistari getur, ef það verður svo óhafnir að starfsmaður slasast, það er mjög gott að eiga þetta tól að sýna. Við erum búin að fara í gegnum þetta að reyna að greina áhættu, bregðast við og það gera þær ráðstafanir sem var í ykkarvaldi til þess að lágmarka áhættuna. Og það er einmitt heilt á formatinu þá á sá sem er ábyrgur að kvitta fyrir þessu og einhver fyrir hönd starfsmann. Þannig að sé klárt að það sé búið að fara yfir þetta með starfsmann. Það er náttúrulega lykilatriði. Þó þetta sé eitthvað skrifstofutól þá verður þetta upplýsingar að komast út af skrifstofunni til þess að þetta gera eitthvað gagn. Það er verið. En þarna, einhverjar spurningar, fleiri? Þetta er í rauninni meira að hugsa svo verkstjóra fyrir, þú sem gerir fyrirverkið, ekki starfsmennina beint sem Já, vinna verkið. það fannst mér pínu galli í fyrstu. Hugmyndafræðin var að þetta væri almennir notandi. Já, þetta getur alveg verið almennir notandi en svo vilja þeir meina að fókusinn, eða þú veist, þetta sé hugsað sem svona verkefnisstjóra tól á skrifstofu. Þetta þarf ekkert að vera þannig. Það væri allt í lagi að láta rafvirkjana renna yfir þetta bara sem er með aðgang á tölvu eða í símanu hjá sér, að þetta tekur ekki það langa tíma. En þess vegna held ég að viðbótin við þetta væri app sem væri hægt á að koma á gólfið meira. En þeir hugsa þetta sem verkstjórnar
tól, semst vinnueftirliti og Evrópusambandið vantilega, þeir hafa sínar upplýsingar það. En ég hefði viljað sjá þetta meira fókusað á gólfið og það er alveg hægt að gera það. Það er alltaf verðmætt að hafa þetta tilbúið svona. Við getum byggt ofan á þetta hvað sem við viljum. En við náttúrulega vorum með Landsvirkjun appi sem hugmynd, sko. Nákvæmlega. Og ef þetta verður verkstjóri tól, ég ætla ekki að tala þér niður, það er ekki virka. Nei. Það verður að vera maðurinn á gólfinu sem er með. Og það er, það er alveg hægt svo sem, það er hægt að lesa þetta í síma þannig að það væri alveg hægt, það þyrfti ekki einu svona til að byrja með að búa til að kannski skipti þessu meira niður og þá er þetta aðgengilegra í síma að þú getur farið á meira fókusera á það sem þú ert að gera hverju sinni og ég er alveg sammála því, ég væri til í að fara í þá að leiða þetta þangað að sá sem er á gólfinu en þú getur alveg notað þetta fyrir þá sem er á gólfinu en auðvitað er þetta kannski, þú veist, yfirgrips mikið en það er alveg hægt að nota þetta fyrir það. En ef þú ert búinn að gera þetta og kemur svo með þetta og kynir þetta fyrir starfsmönnum og farið athugasemdir, getur þá farið aftur inn í viðkomandi verk og gert breytingar og bætt við það? Já, ef þú ert búinn að stofna aðgang þá getur þú breytt. Þá ertu með þetta að segja bara hjá þér, þá getur alltaf að fara inn á svæðið þitt og hérna. Þannig að, já, það er mikið kostur. Heldur þetta utan söguna að það hafi komið athugasemd sem var svo leiðrétt eða hvernig? Nú hef ég ekki notað þetta nóg til að svara því. Komið neina athugasemd til að skoða? Já, ég skal skoða það. Þú ert að halda utan athugasemd, það er ágætispunktur. Af því ég hef náttúrulega verið að vinna í öðru grunni, það er sér svona aðgangur fyrir þá sem eru adminar að þessu, verið að vinna í þessu og ég hef náttúrulega 90% verið, 95% jafnvel, verið í því. Og það er allt öðruvísi viðmót og allt. Þannig að ég hef svolítið bara þurft að æfa mig á þessu í einhverju fake verkefnum, þannig að þá kom ekkert upp svona vandamál. En fyrir starfsmanninn á gólfinu væri þá ekki hægt að, sem sagt, það er skýrslan þegar maður er búinn, að það væri þá ákveðnir þættir úr skýrslu sem maður er að senda til starfsmanns á gólfinu. Jú. Út af starfsmann á gólfinu þarf ekki allar þessar upplýsingar. Nei. Ef skjalið væri þá útbúið þannig hjá okkur, að við gætum þá að senda til okkar starfsmanna. Þar með undirritun komið. Já, það er alveg hægt sko og bara í rauninni gæti þeir fengi bara úrbóta partinn, þar sem þyrfti að laga. Í rauninni, ef hitt er í lagi þá er það bara í lagi. Þá þyrfti að vera, nú er ekki haldið utan á móti söguna að það er ákveðsmenn og laga og kýrur. Já. Það er bara að vera alveg. Já, það er góð punktur, ég þarf að skoða það. Að ég hef náttúrulega ekki unni í þessu í praxis og eins og segja þetta var gefið út í síðasta mánuði þannig að ég þarf að skoða það hvort það komi. Já, við látum því vita að þetta er alveg glata. Já. Og það er að vita ef þetta er gott. Já, það nýtist minna það nýtist meira að fá gagnrýnina sko en bara öll gagnrýni er frábær. Ég er ekkert að ljúga því, ég verð ekkert mókað eins og það sem Hjörleifur er að minnast á það, ég var alveg sammála því konsepti en þessu var komið inn svona eins og þetta var og svo er hægt að áfram en það þyrfti helst einhverjir að fara að nota þetta út á markaði til þess að fá reynsluna hvernig við ætlum að gera það. En það er alveg hægt að setja í þá vinnu og það er mjög fljótlega, nú erum við náttúrulega konum með allar upplýsingar og að búta þetta eitthvað niður og fara að nota þetta í símanum bara á gólfinu. Jafnvel væri hægt að setja bara upp forrit fyrir það sem er mikilvægast fyrir rafvirkjana sem er að vinna til dæmis, en svo eru margir geirar þannig að það er misjafnt hvað er mikilvægt eftir hvort við erum bara að fókusa á byggingageran eða... Hefur eitthvað verið rætt, nú ert þú að koma inn að hópa í staðinn fyrir okkur sem vorum í þessu fyrst sko. Þetta appmál, er það eitthvað í umræðu eða? Sko það er í rauninni bara umræða sem að þyrfti að taka þá í rauninni stjórnin eða eitthvað þyrfti að taka ákvörðun það bara hvort það ætti að fara í það en ég geti alveg kannað kostnað það voru settið fjármunir í þetta já en það er bara spurning hvað appið yrði mikið það var hugsað að síðan yrði appið var ekki inn í því í rauninni það er ákveðin hluti í þessu sem er mjög mikilvægt að vinna á vinnustaf já klálega þannig að það væri náttúrulega bara miklu betri ef þetta kemur í appið Já, klálega. En í rauninni, sko ég sé þetta fyrir mér, þetta er unnið á verkstað, alltaf. Ekki skrifstofu langt í burtu, þetta er unnið á verkstað, það er alveg klárt. En þetta er mjög gott. En þetta er kannski ekki unnið út á gólfinu, sko.
það væri svona gaman að fá þetta líka þangað. En það er hugsanlegt að sko appi sé stytting til þess að nota fyrir starfsmann á verkstæðnum sem að sé svona að hengja inn í þetta eins og gert er í álverum þar sem menn eru með bara í brjóstásunum Take 5 eða strömsík þar sem að þú bara kemur að einhverju og gerir svona skyndi áhættumat fyrir bara akkurat þennan dag eða þessa stöðu sem þú ert í og það gerir gagn sko, þannig að það er alveg strax hægt að hugsa sko, þó að vera jafnvel bara hægt að taka út í Excel sko, þú veist, eitthvað svona spýti. Það væri nýtsamlegra varðandi það að þú sérð eitthvað, þá ætla að benda á það. Ég sá þetta hérna gerðist eða og þetta hérna gæti orðið úrbótin. Hún færir bara einfallega þá upp. Þetta er svolítið útfærsla sem ég held að fara í appinuna. Ég held að þú þurfum reynslu á þetta aðeins til þess að fara ekki bara blindandi í appið og gera einhverja bölvaða vilsu. Þetta er náttúrulega betra en ekki. Já. Þetta er rauninni mikið, þetta er rauninni nýtist bara sem áhættumat, það sem er skylda eitthvað grunna áhættumat fyrir rafinaðan, þá nýtist þetta öllum fyrirtækjum og þau bara getur notað þetta. En þegar þú stofnar aðgang, hefur bara einn aðgang að hverju skýrslu? Einn aðgang að hverju skýrslu? Ég meina að þú býrnir skýrslu, getur þú svo leikt einhverjum öðrum að komast í þessa skýrslu? Og eða lesa hana eða... Já, þú getur náttúrulega bara búið til aðgang fyrir fyrirtækið. Og allir með passvorti. Já, það er náttúrulega ekki sniðugt því að svo kemur þessi og hann vil gera þetta og svo kemur þetta og hann vil gera þetta. Já. Ég hefði þurft að hafa Sigur að vinna eftir þetta með mér, en hann hefur bara ekki svarað tölvupóst núna í svolítið tíma. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast. En þannig að þetta er annað sem ég þarf að skoða. Og hérna... Spá í þannig að þú getur breytt. Líka sko að það verið gerða breyting. Það sé hægt að rekja. Það er eiginlega svolítið lykilatriði. Hver gerir það? Skýrslan kemur náttúrulega eins og verið að segja að þú gerir automatic fær skýrsluna, getur sendt hana á alla, þannig að það getur komið athugasemdir tilbaka væntanlega. En spurning með rafrænt, hvort hún trakk ekki allt, sko, það verður svona eðlast, ef að margir hafa aðgang, þá getur þá trakkað allt. Og þá var ég sniðast náttúrulega að þeir getur haft aðgang að skýrslunni gegnum misjafna aðgangs. En ég skal, í póstunum sem Kristján sendir ykkur, þá skal ég vera búinn að finna svör við þessum spurningum. Og fá þetta hreint, ef Sigurður svarar mér. En náttúrulega þú sendir þetta í Word-skjali eða Excel-skjali og á ykkur fá breyta Word-skjalinu til þess að geta breytt skýrslunni eða... Já, það er náttúrulega... Er það ekki meira að þú ferð aftur inn á vefsíðun og þú breytir og svo tjekkum við þannig að þú ferð... En þú vilt kannski sem verkstjóri bara einn hafa aðgang að Word-skjalinu? Nei, að vefnum. Þannig að þú vilt fá bara breytingarna tilbaka í Excel eða Word og þú færir það svo inn í skýrsluna á netinu. Þannig að... Og þá nýtist kommentkerfið á Word? Já. Það er alveg ýmsar leiðir í þessu og ég er svo ekki búinn að stúdera það allar. Ég átta mig bara sigraðan í þeim efnum. Ég sé hérna alveg framhaldsnámskeið í pípunum. Já! Það verður náttúrulega geggja að hafa framhald þegar þið eru allir farnir að nota þetta. Þá eru þið með framhaldsnámskeið. Og mögulega væri það fleiri spurningar sem ég get ekki svarað. Það er ekki náttúrulega gert pröfur í þeim verkefnum sem við erum í núna þó við séum búin að keyra á það. Það var í gaman sko. Dauðatímanum? Ekki gera þetta í dauðatímanum, please. Gerið þetta bara á vinnutímanum. Það er alveg bannað að gera þetta í dauðatímanum. En svo sem, já, ég er svo sem ekkert meira þetta núna. En allar ábendingar, andri@ar.is og það koma fram í tölvupóstinu sem við sendum ykkur. Það staðist þarna á forsíðunni partur, þannig að maður getur það punktað hjá sér eða verið. Já. Það er í rauninni auraproject.eu. Ætti ekki að breyta þessi ekkert víst að klikki.is? Ekkert víst að klikki.is, jú. Það getur verið. Og ef við förum á slóðina á rafmagni. Það er auðvitað alltaf að finna rafmagn núna, það kemur alltaf eðast, það kemur þess á forsíðun á aura að það er svo nýtt. Þá sjáðu þið slóðina hérna. Þetta er kannski oflókin slóð til að minna hana.
Oiratools.is electrical work /is eða með bandstrik. Settu þetta bara sem hnapp á síðuna hjá Sart. Já, það er möguleiki líka. það verður sniðugt. Og ég er rafmenn. Ef þú strókar frá /is, hvað gerist? Nei, lengra. Þannig að Þið stróka hvað út? tekur bakendan út. Restina þetta út. Heldur henni delete. Nei, hinn áttu. Já, þú vilt fá þann hluta. Ég skil þig núna. Ég skildi ekkert hvert þú varst að fara. Það var alveg augljóst. Fyrir þá sem eru með slæmt minni að þá verður þetta á YouTube. Ertu að meina að taka allavega hingað? Fyrirlesturinn verður á YouTube fyrir þá sem komu sent og svona. Þá farið þetta bara. Gæti notað þessa slóð til að fara beint í innskráningunum. Þannig að spurning hvort við nýtum okkur bara þessa slóð eða hvort við viljum setja ykkur á heimasíðuna fyrst. Þetta er óþarfi. Já, ég ætla bara, er einhver að brenna inn með spurningu? Engin? Þá vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir góða áheyrn. Svo býst ég við að lágmarki 3 athugasemdum eftir svona 2 vikur þegar þið erum búin að... Ég vil bara endilega taka það. Það er